52% kjósenda ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna við Evrópusambandið, 48% ætla að segja nei. Ekki talfræðilega marktækur munur. 92% svarenda taka afstöðu og 7% eru enn óákveðin. Íslenskur landbúnaður þyrfti að fá varanlegar undanþágur frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins kæmi til inngöngu. Þetta mat aukabúnaðarþings sem telur að slíkar undanþágur séu ekki í boði og leggst gegn aðildarviðræðum. Helgina eru 5 ár síðan Talibanar náðu aftur völdum í Afganistan. Mikill meirihluti kvenna 75% segja líf sitt verra en þær höfðu vonast til samkvæmt nýrri skýrslu. Þær upplifa sig einangraðar og útilokaðar. Bensínverð hækkar að óbreyttu mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út. Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðið hvort til standi að framlengja lækkunina. Sveitungar koma saman við grillin á Vinavelli í Hvalfirði í kvöld og eiga góða stund saman. Hápunktur Hvalfjarðardaga verður í kvöld með útitónleikum. Komið sæl. 52% landsmanna ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst og 48% ætla að segja nei, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Ekki hins vegar tölfræðilega marktækur munur þar á milli. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru líklegri en íbúar landsbyggðarinnar til að segja já. Ef þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram í dag spurði Gallup á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og hvernig telur þú líklegast að þú myndir greiða atkvæði? 42% segja örugglega já, 9% segja líklega já. 41% segja örugglega nei, 7% segja líklega nei. Könnunin fór fram 1. til 13. ágúst til samanburðar við síðustu könnun Gallup sem gerð var 12. til 24. júní, þá fólk núna ákveðnari í afstöðu sinni. Þá sögðu 39% örugglega já, 13% líklega já, 35% örugglega nei, 13% líklega nei. Heildarniðurstaða sú að 51,5% segja já og 48,5% nei. Vikmörk eru 2,5% stig og því ekki tölfræðilega marktækur munur þar á milli. 89% þeirra sem styðja ríkisstjórnina ætla að segja já og 11% ætla að segja nei. 14% þeirra sem ekki styðja ríkisstjórnina ætla að segja já og 86% ætla að segja nei. Þessi netkönnun Gallup var gerð eins og áður segir 1. til 13. ágúst. Heildarúrtaksstærð var 4.128 manns og þátttökuhlutfall var 41,9%. 92% tóku afstöðu, 1% vildi ekki svara og 7% sögðust enn óákveðin. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, vertu velkomin til okkar. Hvernig túlkar þú þessar niðurstöður úr þessum nýjasta þjóðarpúlsi Gallup? Já, það sem kannski helst áhugavert að fleiri eru búin að ákveða sig. Þannig en það virðist dreifast mjög jafnt á fylkingarnar. Þannig að þetta ennþá hnífjafnt, gríðarlega mikið spenna og í rauninni lítur út fyrir að þetta verði svona bara fram að þjóðaratkvæðagreiðslu ef eitthvað stórt gerist. Óvenjulegt að svona margir séu búnir að gera upp hug sinn? Nei, mér finnst það nú ekki endilega. Ég bjóst svo sem við nú náttúrulega bara 2 vikur í þetta. Þannig að það stutt í þetta og það búið að vera gríðarlega mikil umræða síðustu mánuði og fleiri jafnvel kannski búnir að kjósa. Eitthvað ítið það kannski á ef fólk ætlar að vera erlendis, þannig að það kemur ekki endilega óvart. En miðað við þessa könnun, þetta sterk vísbending það hver niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar verður? Það eru bara 2 vikur til stefnu? Nei, í rauninni ekki. Nei. Bara hvert atkvæði mun skipta máli. Þetta bara hnífjafnt, þetta ekki marktækumunur. Og bara algjörlega óljóst að mörgu leyti hvernig þetta fer. Við getum ekki vitað það. Nei. En hvernig finnst þér umræðan hafa þróast síðustu vikurnar? Hún hefur svona kannski að einhverju leyti orðið harðari. Já. Maður sér það. Og margir sem að vera sér að fara inn í þessu umræðu. En ég svona kannski verið að leggja áherslu á sjálf bara að velja svolítið það sem ég hlusta á og horfa á. Og það margt mikið af góðu efni hérna úti. Sem virkilega. Og upplýsandi, fræðandi. Sem að fólk getur sótt í, en það svona ákveðin hluti kannski sem að til að æra óstöðugan. En gerur ráð fyrir nú bara þegar við segjum það bara 2 vikur til stefnu, getur umræðan átt eftir að harðna enn frekar en þú segir? Ég meina það ekki ómögulegt en hún nú ansi hörð, þannig ég veit ekki alveg hvernig það ætti að vera. Vonandi ekki, ég meina það í lagi að takast á og svona, en við viljum halda þessu á málefnum og nótum.
Vilborg Ása Guðjónsdóttir, við sjáum hvernig þetta fer allt saman. Það er afar mjótt á mununum en takk fyrir að koma hingað til okkar. 95% fulltrúa á auka búnaðarþingi Bændasamtaka Íslands leggjast gegn því að viðræður við Evrópusambandið verði teknar upp að nýju. Engar líkur séu á að Ísland eigi eftir að njóta sérsamninga. Bændasamtökin héldu auka búnaðarþing í dag eftir útgáfu skýrslu sem þau létu vinna áhrif mögulegrar ESB-aðildar Íslands á íslenskan landbúnað og meginniðurstaða hennar var að innganga í ESB væri óhagstæð fyrir íslenskan landbúnað. Á þinginu var lögð fram ályktun sem byggir á skýrslunni og fulltrúar tóku afstöðu til hennar. Og það er eindregin niðurstaða þessa búnaðarþings að bændasamtökin leggjast gegn aðild að Evrópusambandinu og frekari aðildar viðræðum. Á búnaðarþingi sitja 63 fulltrúar sem eru kjörnir af bændum og búgreina deildum og af þeim 55 sem greiddu atkvæði samþykktu 52 ályktunina. Þetta er svo sem búið að liggja í loftinu síðustu daga og vikur. Bændur hafa verið duglegir að segja sína skoðun, búinir að vera að merkja rúllur vítt og breitt landið og hafna ESB. Í ályktum búnaðarþingsins segir ekki sé hægt að skilja á milli umræðum aðild og aðildar viðræðna og þá hafi ekkert aðildaríki ESB fengið undanþágu til að standa utan sameiginlegrar landbúnaðarstefnu sambandsins og hverfandi líkur séu á að Ísland gæti komist að slíkum samningum. Og þá hendi stefnan afar illa hér á landi. Af því að aðstæður eru svo gjörólíkar því sem við þekkjum í Evrópusambandinu. En tekur landbúnaðarkerfi Evrópusambandsins ekki stöðum breytingum og þó að hingað til hafi ekki verið varanlegar undanþágur að ræða, gætu þær þá ekki vel verið í boði ef að sesta við samningaborðið? Ég tel ekki neinar ástæður til þess að ætla það. Nú sérfræðingar Svía í landbúnaði segir nauðsynlegt fyrir Íslendinga að hafa skýr markmið og sterka viðveru í Brussel ætli þeir í ESB. Hún segir aðildarsambandinu hafi verið áskorun en engu að síður nauðsynlega fyrir Svíþjóð og sænskan landbúnað. Sérstakt málþing var haldið í tengslum við aukabúnaðarþingið í dag, þar sem hort var til Svía og Finna sem gengu í sambandið 1995. Eftir inngöngu hefur bændum í Svíþjóð fækkað og sjálfbærni sænskrar matvælaframleiðslu minnkað verulega. Hlutfall sænskra matvæla í sænsku matvörukörfunni sé nú 50–60% í stað 80–90% fyrir aðild. Skýr stefna og sterk viðvera í Brussel sé nauðsynleg ætli Ísland sér inn í ESB. You need to have a clear strategy, not only of what you want in protection for Icelandic agriculture, but what you want from the EU. You need to have a clear agenda and you need to make sure that the EU sees the benefits of it. And then you have to remember that everything is negotiations, but you have, depending on how many member states there will be, but there are 27 at the moment, you have to negotiate, you have to make a presence, you have to make it clear what you will give to the EU, which is a lot, and how you will shape your policy, not only the negotiations, but 30 years on. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, verður velkomninga til okkar. Svo þarna mátti heyra auka búnaðarþing leggst gegn þessum aðildarviðræðum og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hver eru þín fyrstu viðbrögð? Já, ég ætla nú að byrja á því bara að fagna þessari umræðu á þinginu. Mér skilst að það hafi verið mjög upplýsandi og fræðandi. Gat því miður ekki verið þar, var á ríkisstjórnarfundi í Austurlandi. Ég hef auðvitað skilning á því að bændum þykja óvissa ekki góð. En ég hafna því hins vegar að það sé Evrópusambandsaðild sem sé eina ógnin sem steðja íslenskum bændum í dag. Við vitum að staðan í íslenskum landbúnaði er krefjandi. Það hefur bændum fækkað undanfarin áratugi. Bændur eru almennt ósáttir með sín kjör og matarverð hér á landi er í hæstu hæðum. Þetta hefur verið þróun utan Evrópusambandsins. Þannig að ef við ætlum að bæta landbúnað hér, bæta kjör bænda, bæta hag neytenda, þá er að mínum viti ekki skynsamlegt að útiloka þau tól og tæki sem bætast í verkfæratöskun okkar með því að ganga til viðræðna við Evrópusambandið. En þeir hafa áhyggjur og þær eru vissulega rétt með þær áhyggjur. Veistu hverjar áhyggjur þeirra eru helstar? Ég heyri það nú af því nú var ég bara að hlusta á Trausta formann bændasamtakanna hér í fréttum að mér heyrist þar kristalliserast svolítið í kringu það að þeir trúa því ekki sem ítrekað hefur verið sagt af hálfu væntanlegra miðsamninga okkar að það sé heilmikið að semja og það eru ekki góður staður að vera á í atvinnugrein
sem virkilega þarf á stuðningi að halda og ég upplifi líka að bændur óttast kerfisbreytingu. Já, það hlýtur að vera það, eitthvað óöryggi og svolítið talað eins og einhver kerfisbreyting sé ógn, en ég heyri það og sé á öllum tölum, öllum skýrslum sem ég sé og líka á þeim ágætu erindum sem flutt voru á þessu þingi í dag, að það sennilega akkurat kerfisbreytingu sem þarf til að styrkja íslenskan landbúnað og hag neytenda. En svo heyrðum við líka þarna í fulltrúa frá sænsku bændasamtökunum og hún að segja að Ísland verði að hafa skýr markmið og til verndar íslensku landbúnað í samningaviðræðum. Það eitthvað sem þið eruð undirbúin fyrir? Algjörlega, en við gerum það best með því að hafa hagsmunasamtök bænda með okkur og það var líka brýning þeirra frummælenda á þinginu í dag sem hafa raunverulega reynslu af því að vera með landbúnað innan Evrópusambandsins, þannig að nágrannalönd okkar í Finnlandi og Svíþjóð sem segja það er svo mikilvægt að hafa hagsmunasamtökin með. Þau verða að vera með okkur í þessu. Rétt eins og hagsmunasamtök heimila og neytenda. Þetta eru þeir hagsmunir saman sem við erum að vernda með þessari vegferð. Sterkara Ísland með því að styrkja landbúnaði og þar með hag neytenda. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, takk fyrir að kominga til okkar. Það er 2 vikur til stefnu, þannig að þetta ekki alltaf ljóst og mjótt á mununum eins og heyrðum við náðan. Heldur betur. Ég fagna því bara umræðan upplýst og hún verður vonandi hófstillt. Já, takk fyrir þetta. Og við örleindi þessu tengt því rúmlega 14.500 manns höfðu kosið utan kjörfundar í dag, nú þegar hálfur mánuður til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru rétt rúm 5% þeirra sem eru á kjörskrá. Kjörsókn utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu miklu meira en fyrir síðustu sveitar og alþingiskosningar en álíka mikilvæg í forsetakosningunum. Það auðvelt að kjósa á flestum stöðum á Íslandi. Hér stöðugur straumur fólks í Hlíðarsmáran til sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu en þá fjölga kjörstöðum að því að frá með mánudeginum þá verður hægt að kjósa í Kringlunni frá hádegi og afgreiðslutíma Kringlunar en ef maður búsettur í útlöndum eða kemst ómögulega heim til Íslands, þá getur sumstaðar verið flókið að reyna að fá að neyta atkvæðisréttar síns. Í útlöndum boðið upp á atkvæðagreiðslu í sendiráðum, hjá fastanefndum hjá alþjóðastofnunum og hjá ræðismönnum eftir samkomulagi. Tiltölulega einfalt að kjósa þar sem Íslendingar eru flestir eins og á Norðurlöndunum. Vestanhafs má ætla hlutfallslega flestir séu búsettur á austurströndinni og þá helst í kringum New York-borg. Í ríkjunum í kring eru ekki ræðismenn. Fyrir forsetakosningarnar 2024 var boðið upp á utankjörfundaratkvæðagreiðslu í 3 daga hjá fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum. Fyrir alþingiskosningarnar síðar sama ár var boðið upp á að greiða atkvæði í 2 daga. Nú hins vegar var aðeins boðið upp á 1 dag, 10. ágúst. Í kjölfar ábendinga fækkunina óskaði fréttastofa eftir upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu fyrir hádegi í gær hvað valdi því að kjördögum hafi fækkað hjá fastanefndinni. Klukkan 4 í gær bar svar frá ráðuneytinu og höfðu þó orðið breytingar frá því morguninn. Vegna mikils áhuga hafi verið ákveðið að fjölga kjördögum hjá fastanefndinni í 3, þannig að nú væri líka hægt að kjósa 17. og 18. ágúst. Rétt að minna á að kjósandi ber ábyrgð og eftir atvikum kostnað af því að atkvæði hans berist á áfangastað. Og þá til útlanda. 5 ár eru síðan Talibanar komust aftur til valda í Afganistan. Á þeim tíma hefur staða kvenna versnað til muna, samkvæmt nýrri skýrslu UN Women. Stríðsátökin sem settu svip sinn á líf Afgana í áratugi hafa að miklu leyti minnkað. En fyrir konur hefur óttinn ekki horfið heldur tekið á sig aðra mynd. Talibanar náðu völdum 1996 en með innrás Bandaríkjahers og bandamanna þeirra 2001 voru þeir hraktir frá völdum. Árið 2021 komust Talibanar þó aftur til valda með neikvæðum afleiðingum á stöðu og réttindi kvenna. Þúsundir Afgana reyndu þá að flýja landið. Örvænting og öngþveiti skapaðist á flugvellinum í höfuðborginni Kabul. Fólk vildi komast burt því það óttaðist eigin framtíð og framtíð fjölskyldna sinna undir stjórn Talibana. Og óttinn reyndist á rökum reistur eftir því sem kemur fram í nýrri skýrslu UN Women stöðu kvenna í Afganistan. Lítum á frekari niðurstöður og skýrslu UN Women stöðu kvenna í Afganistan. Helmingur kvenna yfirgefur heimili sín einu sinni til 2 í mánuði. Karlar gera það hins vegar daglega. 75% þeirra sem yfirgefa heimili sín upplifa sig óöruggar án karlkyns fylgdarmanns. Og 56% forðast fjölsóttastaði, til dæmis markaði eða sjúkrahús. 70% kvennanna segja andlega heilsu sína vera slæma eða mjög slæma.
Niðurstaða skýrslunar því að konur hafi ekki aðeins misst möguleika á menntun og atvinnu, þær hafi færri tækifæri til að hafa áhrif á eigið líf og nærsamfélag. Sem dæmi má nefna að 2021 var stúlkum meinað að sækja framhaldsskóla. 2022 var konum gert að hylja líkama og andlita á almannafæri og þeim bannað að sækja almenningsgarða, líkamsræktarstöðvar og sundlegar. Snyrtistofur voru bannaðar 2023, 2024 var konum bannað að tala opinberlega og meinað nám í heilbrigðisfræðum. Þótt staða kvenna væri langt frá því að vera jöfn fyrir 2021 höfðu þær á 2 áratugum öðlast réttindi og tækifæri sem nú hafa að miklu leyti verið tekin af þeim. Núna eru þær að mestu útilokaðar frá opinberu lífi og fjölmargar þeirra einangraðar á heimilum sínum. Konur óttast að hvorki þær sjálfar né dætur þeirra fái möguleika á að byggja upp sína eigin framtíð, meðal annars með því að mennta sig. Þegar konur mega ekki lengur mennta sig í heilbrigðisgreinum, þá fækkar þeim einnig sem geta veitt konum heilbrigðisþjónustu. Opinberlega er bannað að sýna myndir og myndbönd af konum. Ástandið hefur áhrif á andlega heilsu og 73% kvenna segja líf þeirra verra en þær höfðu vonast. Kynslóðir stúlkna alast upp með minni tilfinningu fyrir því, hverju þær geta stemt að. Sífellt færri muna hvernig lífið var þegar talibanar voru ekki við völd. Og þær sem muna halda þó enn í vonina að hlutirnir breytist til hins betra. Alþjóðasamfélagið hefur reynt að bregðast við þessari þróun. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti í lok síðasta árs að stofna óháða rannsóknarnefnd stöðu mannréttinda í Afganistan. Með henni á að leggja grunn að því að þeir sem bera ábyrgð geti síðar þurft að svara til saka. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út mánaðamótin og ekki verður tekin ákvörðun að framlengja hana fyrir þing kemur saman í september. Ríkisstjórnin kom saman á Höfn í Hornafirði í gær og í dag þar sem grunnur var lagður af þingstörfum vetrarins. Efnahagsmálin skipa veigamikinn sess í vetur, enda gengið bölvanlega að koma verðbólguvöxtum niður í ásættanlegt horf. Í baráttunni gegn verðbólgunni ákvað ríkisstjórnin í vor að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24 í 11%. Við það lækkaði lítri af bensíni við dæluna rúmlega 20 krónur og gengur svo hækkun tilbaka mánaðamót. Þetta voru afmarkaðar aðgerðir vegna þessa skot sem var að koma og fólk finnur alveg fyrir. Þetta hefur auðvitað haft, sem ánægjulegt, í ákvæða áhrif á hag heimilanna, lækkun á dælunni. En það hefur engin ákvörðun verið tekinu það á þessum tímapunkti. Til að framlengja þessa aðgerð það samþykki Alþingis. Það kemur ekki sama fyrir 8. september og því ljóst að framlenging, ef til hennar kemur, verður ekki samþykkt fyrir miðjan september hið fyrsta. Það var raunar eitt af því sem stjórnarandstaðan benti á við þinglega meðferð málsins í haust. Að vissara væri að láta lækkunina gilda lengra inn í haustið ef svo færi að eldsneytisverð yrði enn í hæstu hæðum á meðan þingið væri í sumarfríi. Breytingatillögur minnihlutans þess efnis voru felldar. Það höfðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið, þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldur en við vissi ekkert nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast. Héraðssaksóknari er ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútu- og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrrverandi lögreglumanns í tengslu við Samherjamáli svokallaða. Þetta er niðurstaða Landsréttar. Jón Óttar taldi að draga mætti hæfis héraðssaksóknara í efa vegna þess að hann tjáði sig opinberlega meint brot hans. Landsréttur telur ummælin hófstillt og í samræmi við tilefnið. Hann má lesa nánar þetta mál inn á rúv.is. Úlfur sem hefur gert íbúum á Vestur-Jótlandi í Danmörku lífið leitt frá byrjun mánaðar var skotinn í gærkvöld. Úlfurinn sem hafði meðal annars sést nærri barnaleiksvæði í húsagörðum og nærri veitingastað í útjaðri bæjarins Nörre Nebið var skotinn af 10 metra færi af starfsmanni Umhverfisstofnunar Danmerkur. Hans hafði meðal annars verið leitað með drónum. Dagurinn í dag og í gær voru með annasömustu dögum ársins á Keflavíkurflugvelli. Fjórðungi fleiri farþegar fóru flugstöðina fyrir hádegi þessa daga en að meðaltali. Isavia bætti við starfsfólki til að anna álaginu.
Það á bilinu 7 til 8.000 farþegar sem hafa farið í gegnum öryggisleit núna milli klukkan 7 og 12 á hádegi í dag og svipað í gær. Sem 2000 fleiri en venjan á þessum vikudögum. Þannig að má kannski segja að þetta sé einn af annarsömustu dögum okkar á þessu ári og núna í sumar. Þannig að en röðin sem myndaðist hér í gær og að hluta til núna í morgun, þetta er meir en við höfum séð. Og með fleiri farþegum lengist biðin, en hún var hátt í klukkutími í morgun. 50 flugvélar tók á loft frá Keflavíkurflugvelli fram að hádegi í dag og nokkrar til Bandaríkjanna. En farþegar voru forsjálir og mættu snemma. We got here maybe 8:15. Our flight's at 10:45. So I think we're good. It went through quick. We were informed by our airline that it would be a busy day and to allow time. It's a crowd. It's going to be a bit of a mob. Farþegafjöldi hverju sinni liggur fyrir með fyrirvara og mönnun í flugstöðinni samkvæmt því. Það sem hins vegar mjög erfitt að átta sig á hvenær farþegar kjósa að koma á flugvöllinn og mæta í innritun og bóka sig í flugið. Ísavía að standa sig nógu vel á álagstímum? Já, við teljum það. Í nótt stefnt á að klára að leggja nýja vatnslögn til Vestmannaeyja, þrátt fyrir að Eyjamenn segja hana altjónaða. Vonast til að hægt verði að nýta lögnina að einhverju marki, landtaka lagnarinnar verður í nótt. Hvorki Vestmannaeyjabær né verktakinn vilja tjá sig hvernig lögnin skemmdist, en segja það hafa gerst borð í skipinu þegar verið var að leggja hana. Tjónið hleypur á milljörðum. Nýja lögnin á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Sú lögn varð fyrir skemmdum eftir að akkeri togarans Hugins Vaffe hafnaði á henni undir lok árs 2023. Hátíðin Hvalfjarðardagar hófst í gær í Hvalfjarðarsveit, leikhús, ljósmyndasamkeppni og listarúndur meðal þess sem á dagskrá, auk ýmissa annarra viðburða. Eins og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður búin að komast að. Ég ekki sagt, Sigrún Þuríður. Jú, það nóg að vera hér á Hvalfjarðardögum fyrir alla aldurshópa og hér á Vinavelli eru sveitungar samankomnir núna til að blanda saman henni fullkomnu tvennu, grilli og góðri tónlist. Og hér einmitt einn grillari. Hvað að krauma hérna á grillinu hjá þér? Þetta nautafili á beini, beint frá bíli. 301 Hvalfjarðarsveit. Þetta almennilegt. Þetta bara með stæla að sleppa því. Og það nóg að vera hérna næstu daga. Það bara þétt og flott dagskrá. Og hérna á Vinavelli, svo dæmi sem tekið, á morgun verður leikhópurinn Lotta og BMX Bros. Og inn í Saurbæjarkirkju klukkan 15 á morgun verður afmælistónleikar til 20 ára afmælis Hvalfjarðarsveitar. Og bara þar verður frumflutt til dæmis nýtt lag Hvalfjarðarsveitar. Þannig að ég hvet öll til að bara kynna sér dagskrána inn á Hvalfjarðarsveit Facebook-síðu og Hvalfjarðardagar Facebook-síðu og bara öll velkomin. Já, nóg að vera og nú eru gestir farnir að streyma hérna í átt að rútunum til að skella sér á tónleika. Hvert förinni heitið? Við erum að fara í Álfhólsskóginn hérna okkar fína. Hvað ætlar að fara að sjá? Það verður stórtónleika þar. Vignir Snær og Hreimur? Já, passar. Og þetta í skógarrjóðri? Já, virkilega fallegum skógi sem að skilmhreppingar gamlir sem nú eru hluti af Hvalfjarðarsveit byggðu svona myndalegu upp og orðin alveg ofboðslega fallegur. Og þú ert með tjaldstóli með þér? Allt klárt. Klári í slaginn, góða skemmtun. Takk fyrir það. Og það virðist ætla að viðra vel á tónleikagesti í kvöld og við kveðjum héðan úr blíðunni í Hvalfjarðarsveit. Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Og við höldum okkur sem förum á Suðurlandi. Því íbúar í Hveragerði, þeir vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar þeir sáu 6 kanadíska hermenn í fullum skrúða í bæjarfélaginu. Ástæðan þó ljós því það var verið að afhjúpa söguskilti veru 130 hermanna árið 1940 í bænum, en þeir höfðu það hlutverk að sjá varnir Suðurlands í síðari heimsstyrjöld. Fjölmargir bæjarbúar mættu við afhjúpun söguskiltisins síðdegis í gær, auk 6 hermanna frá kanadísku hersveitinni. Þeir komu hingað til lands í júlí 1940 og þeim var falið að sjá varnir Suðurlands og sett upp höfuðstöðvar hér og þeir voru hér svo í 34 mánuði og þetta var fyrsta verkefni þeirra í síðari heimsstyrjöld. Var þetta fjölmennur hópur hermanna á sínum tíma eða?
Já, þetta voru 130 manns, en það voru jafnmargir og íbúar Hveragerðis voru á þeim tíma og hafði þess vegna auðvitað verulega áhrif á samfélagi hér að fá svona fjölda ungra manna hingað inn í Hveragerði. Sendiherra Kanada á Íslandi alsæll með nýja söguskiltið en það gaman að segja frá því að samskonar skilti verður sett upp á frönsku í Montreal í Kanada síðar á árinu og mun þannig saga hersveitarnar og tengsl hennar við Hveragerði verða varðveitt á báðum stöðum. I'm very happy with it. I couldn't be happier. Bæjarstjóri Hveragerðisbæjar fékk að gjöf hermannabúning eins og hermennirnir klæddust 1940. Hann mjög stoltur af nýja skiltinu og sögunni sem kemur þar fram. Heldur að komi hermenn ekkert aftur í Hveragerði? Það erfitt að segja. Vonandi verða þá bara í svona góðum og fallegum heimsóknum. Og þá að veðrið. Lægð norðaustur af landinu fjarlægist okkur og því lægir víða bjart veður og svalt í nótt, einkum norðan til. En það þykknar upp heldur sunnanlands. Á morgun verður hæglætis veður, skýjað með köflum sunnanlands og stöku skúrir síðdegis, en annars víða bjart veður og hiti verður á bilinu 8 til 18 stig. Það verður svalast við norður- og austurströndina. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum. 5 Íslendingar syntu í undanrásum á EM í París í morgun. Einar Margeir Ágústsson hélt uppteknum hætti og bætti sig í 3. einstaklingsgrein sinni af 3. Íslenska kvennalandsliðið í áhaldafimleikum keppti í undankeppni á Evrópumótinu í Zagreb í gær. Liðið gerði vel á mótinu. Þá féll 36 ára gamalt mótsmet í 4x400 metra boðhlaupi á EM í frjálsíþróttum í morgun. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma að 52% kjósenda ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við Evrópusambandið, 48% ætla að segja nei. Ekki tölfræðilega marktækur munur. Bara hvert atkvæði mun skipta máli, þetta bara hnýjafnt. Íslenskur landbúnaður þyrfti að fá varanlegar undanþágur frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins kæmi til inngöngu. Þetta mat auka búnaðarþing sem telur að slíkar undanþágur séu ekki í boði og leggst gegn aðildarviðræðum. Helgina eru 5 ár síðan Talibana náðu aftur völdum í Afganistan. Mikill meirihluti kvenna 75% segja líf sitt verra en þær höfðu vonast til samkvæmt nýrri skýrslu. Þær upplifa sig einangraðar og útilokaðar. Bensínverð hækkar að óbreyttu mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur út. Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðið hvort til standi að framlengja lækkunina. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími okkar hann í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má finna allar nýjustu fréttir allan sólarhringinn inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina það sem af þessum degi. Leiðum við vonum að þið njótið helgarinnar og fallega veðursins hvar sem þið eruð á landinu. Verið sæl. Á RÚV í kvöld.